Já, hingað komnir Gunnar Axel Axelsson, hann nú áður verið hérna í þáttum hjá mér að tala ýmis mál aðallega sparisjóði. Andri Geir Arinbjarnarson sem hefur starfað sem ráðgjafi aðallega á erlendri grund og Haraldur Líndal Haraldsson. Haraldur, þú varst nú í þætti hjá mér fyrr í vetur og að tala ýmis mál meðal annars stöðu heimilanna og þú skrifaði grein í Fréttablaðið sem birtist núna í gær þar sem þú ert að fara út í þessa stöðu þeirra sem eru með gengistryggð lán og stöðu þeirra sem eru með verðtryggð lán og hvort sé yfirleitt eitthvað verið að gera til að takast á við þennan vanda. Já, það er rétt. Ég held að umræðan hefur gengið út á það að fella niður skuldir. Ég tel að þetta sé ekki rétt að ræða það á þeim basis því að það sem gerðist á síðasta ári, sérstaklega á síðasta ári, að þá voru bankarnir á ársfjórðungslega að taka stöðu gegn krónunni sem þýddi það að gengið féll alveg gríðarlega. Og á árinu... Þú staðið að vera bankarnir hafi tekið stöðu gegn krónunni? Já, það er bara viðurkennt og menn geta, þetta liggur alveg fyrir. Að við lok hvers ársfjórðungs að þá féll krónan gríðarlega mikið og eiginfjárstaða bankanna batnaði. Og vegna þess að þá féll krónan, eða meðal annars vegna þessa, að þá féll krónan 80% á síðast ári. Og þá sjáum við það að einhver sem tók sér 10 milljóna króna lán í upphafi ársins, hann stendur núna með 18 milljónir. Einhver sem tók 20, hann stendur með 36 milljónir. Og það er ekki þjóðfélag sem getur tekið á svona vanda. Síðan hitt að þetta hefur haft gríðarlega áhrif á vísitöluna. Neysluverðsvísitöluna sem aftur hefur áhrif á verðtryggðu lánin og vegna þessa að þá hækkar allur innflutningur og það mælist beint inn í vísitöluna og á síðast árið þá féll vísitalan eða hækkaði vísitalan 20% sem þýðir það að lán heimilanna hækkaði 20% á síðast ári. Bara sem dæmi það að frá falli bankana fram að áramótum það er alveg örugglega tímabil sem hér á sér stað verulegu samdráttur í efnahagslífinu. Samt sem áður hækkar vísitalan neysluverðs 5,3% og gengisvísitalan fellur 13,3%. Þannig bara á þessum tíma að þá hækka lán heimilanna 116 milljarða. Ég áætla hver staðan er í lok ársins með hvernig hún var í september. Við erum að tala 116 milljarða. Og ég fullir það var enginn að taka lán á þessum tíma. Ekki nokkuð maður, nei. En það er bara þessi tenging við vísitöluna. Og síðan ef maður skoða líka, ég er með upplýsingar frá Seðlabankanum, hverjar skuldir heimilanna voru frá árinu 2004 fram til september 2008. Að meðaltali voru skuldirnar að hækka 224 milljarða á ári á milli árinu 2004 til 2007. Frá ársbyrjun 2008 til septemberloka þá hækkuðu skuldirnar 341 milljarð eða rúmum 100 milljardum meira heldur en að meðaltali árin á undan þá heil ár. Og síðan leyfi ég mér að áætla hver skuldirnar verði í árslok miðað við hvað vísitalan hækkaði og gengið skráningin hækkaði mikið, að það áætlast mér að skuldir heimilanna losi 2000 milljarða í árslok 2008 sem þýðir það að skuldirnar hækkuðu 460 milljarða í fyrra sem er rúmlega tvöfalt við það sem að var að gera að meðaltali árinu undan. Og þetta bara fullyrði ég er að stórum hluta vegna gengiskráningarinnar og vegna þess að bankarnir voru að taka stöðu gegn krónu sem aftur kom svo inn í vísitöluna og hækkaði vísitölutryggðu lánin. Síðan er það líka að þegar að neysluverðsvísitalan er reiknuð að þá er lagður til grunna svona ákveðin karfa eins og þegar við höfum séð að vísu er hún stærri en þegar við höfum séð til dæmis í fréttunum að það er verið að kaupa inn í eina körfu og það er gert alltaf reglulega að það sé hvað þessar sömu vörur kosta á milli tíma og þetta er svona svipað munstur þegar er verið að reikna neysluverðsvísitalana nema eins og ég segi það er bara miklu stærri karfa og fjölbreyttari. Vegna þess að gengið er að falla að þá er verðið í þessari körfu að hækka og það er gengið út frá ákveðnu neysluminstri sem er verið að reikna í dag frá þeim tíma þegar við vorum að neyta neysluminstri var þegar við vorum að mesta þensluskeiði í íslensku þjóðfélagi. Við erum allt innkaup okkar í dag eru allt önnur heldur við voru þá og vegna þessa
að það verið að nota að mínum að þetta rangt neyslumunstur, að þá vísitalan að reiknast miklu hærri. Já. Og síðan í þriðja lagi þá mjög alvarlegar afleiðingar af falli bankana sem að hafa áhrif inn í gengisvísitöluna og ég tel að það eigi að fara í að endurmeta vísitöluna aftur í tíman og reikna lánin upp á nýtt út frá því. Þú vilt reikna lánin upp á nýtt? Þú ert ekki flatan niðurskurð eða... Nei, þetta þá erum við ekki, þetta... Eða niðurfellingu? Nei, ekki niðurfellingu. Þetta gildir þá bæði líka fyrir sparifjáreigendur, að til dæmis eins og íbúðalánasjóður, að ég held að það kallist húsbréf, að hann selur húsbréf og fær þannig peninga. Þessi húsbréf sem hann sem sagt býður út og síðan vilja menn fá ákveðna ávöxtun, en þessi húsbréf eru tengd vísitölunni. Þannig að ef að niðurstaðan eru svo að menn verið sammála það að vísitalan sé ekki á réttum grunni, að þá lækka líka skuldir íbúðalánasjóðs. Þannig að það verður engin afföll hjá honum. Já, menn erum náttúrulega alltaf að tala hvað ríkissjóður tapar á þessu. Já, hann myndi til dæmis varðandi íbúðalánasjóð, þá tapar hann engu og sparifé þeirra, alveg eins og þegar að lífeyrissjóðirnir hafa vantilega verið að kaupa ríkisskuldabréf og þá eru þau vantilega verðtryggð. Þannig að verðtryggingi þar mun þá líka lækka. Og mér finnst ekkert sanngjarnt að þeir sem eiga peninga eins og lífeyrissjóðirnir og aðrir, að þeir eigi að vera að njóta góðs af því að það vera að reikna þetta upp út frá röngum forsendum. En sko, við erum alltaf í þeirri stöðu að menn hafa verið með ákveðnar aðgerðir vegna krónunar. Nú voru vextir lækkaðir 1% og krónan fór að falla. Já, og krónan náttúrulega sko, mikill áhættu þáttur í þessu. Alveg gríðarlegur og ég náttúrulega bæði þessari grein og öðrum vettvangi þá held ég að það sem mest á ógn við okkur núna í dag eru erlendar skuldir þjóðarbúsins. Og í þessari grein sem að ég lauk við fyrir 2 eða 3 vikum síðan, að þá segi ég að gengisfall krónuna sem átti sér stað frá því að bankarnir hrundu og fram að áramótum væri að mestu leyti komið tilbaka. Það er að segja að gengi hafði styrst í janúar og febrúar ykkur 15%, en þetta allt saman farið tilbaka aftur. Og ég segi að þetta ákveðin mælikvarði á því hvort að aðgerðir ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda að takast. Og mér finnst þetta vant alveg umræðina núna að við erum með, eins og þú segir, við erum með háa stýrivexti út af því að það á að reyna að styrkja krónuna. Við erum með lán frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum til þess að styrkja krónuna og við erum með gjaldeyrishöft til þess að styrkja krónuna. Allt þetta í gangi en samt fellur krónan. Og hún búin að falla núna 10% á 2 vikum. Þannig að fyrir mér þetta ekki að ganga upp. Ónýttur gjaldmiðill, Andri. Þú hefur verið ráðgjafi ýmis mál. Þú starfaði meðal annars hjá McKinsey, því fræga fyrirtæki hér einu sinni og starfaði svo mikið á erlendri grund, veit ég. Já, krónan, ég held að ég get alveg tekið undir það að þetta mjög ótrúlegt að við erum með gjaldmiðil hér og við erum með þessu höft, við erum með verðtryggingu og stýrivexti og samt fellur krónan. Og ég held að ég skrifaði það á blogginu mína að við værum með 2 möguleika. Það annarkvort alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og krónan eða efnahagsbandalagið og evran. Og ég fann að hafa ansi miklar áhyggjur á þessum fyrri möguleika ef við ætlum að halda okkur við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og krónuna að við munum bara sökka ofan í fátækt, atvinnuleysi og spillingu og það verði viðvarandi. Þannig að ég held að við verðum að fara að taka þessa efnahagsbandalags umræðu fram á borðið og setja hana bara númer 1 ásamt ríkisfjármálunum. Við getum ekki verið að halda okkur í umræðu efni sem eru ekki aðalefnin. Og það einn lítið sem ekkert eins og kom fram hérna áður í þættinu, það lítið sem ekkert sem stjórnmálaflokkarnir leggja fram. Það er voðalega erfitt fyrir kjósendur að átta sig á stefnur flokkana í EB-málinu og ríkisfjármálum. Já, en hvað segirðu að við þessi hætta við sökkum niður í fátækt og spillingu? Hvernig... Já, mér finnst við kannski ekki vera búin að taka nógu vel á þessum grunnvanda hérna í hruninu, sko. Við erum svo lítið land, við erum ekki með 300.000 og það þessi nálægð og þetta kunningjasamfélag og það spurning, sko, geta 300.000 manns rekið sjálfstætt lýðræði með eigin gjaldmiðil og allar eftirlitsstofnanir sem þarf á 21. öld í samfélagi þjóðanna. Og ég held að við höfum ekkert komið inn á það til dæmis að hvers vegna var þetta hrun? Var þetta út af reynsluleysi og kunnáttuleysi, þröngum reynsluheim, ég held að þessi þröngi og einhæfi reynsluheimur bæði stjórnmálamanna og
bankamanna hafi verið hafi magnað þessi mistök mikið upp. Já. Við höfðum ekki erlenda aðila til að stilla þetta af svolítið. Ég held að stjórnvöld hafi algjörlega ofmetið getu sína og ég ekki viss að þau bara hreinlega vita hvað var að gerast og hafi ekki skilið hvernig markaðir haga sér erlendis. Og mér finnst þetta, til dæmis þannig í aðdraganda hrunsins þá eru stjórnvöld að bjóða upp á pönnukökur í New York hjá Sameinuðu þjóðunum og það alltaf að hrynja hér. Já. Man finnst þetta svolítið ég verð að segja að líta tilbaka, þá fannst mér Geir Haarde ríkisstjórnin vera svolítið eins og Neville Chamberlain hérna fyrir fyrra stríð, sko. Algjörlega vanmátu stöðuna og hvaða möguleika voru í stöðunni. En þú sér bara þessar tvær leiðir út úr þessu? Ég get ekki séð hann að okkur verið stillt upp endanlega með þessu tveimur leiðum, sko, annarkvort gæsla. Ég get ekki séð að sé eitthvað þriðja leið þarna á milli. Það væri óskandi, þetta er ekkert góði möguleikar held ég fyrir marga. Efnahagsbandalag verður að taka á sjávarútvegsmálunum, það verður ekkert auðvelt. En sama með Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og krónuna, við erum bara að sjá það vandamál sem kom upp. Nú að koma nýr gjaldeyrismarkaður erlendis hjá krónubréfshöfum. Þeir eru fannir að selja gjaldeyri til þeirra sem kaupa fisk af okkur á 220-240 €. Gjaldeyrin ekki að skila sér, hefur þú... Já, það að vissu rétt, en hins vegar held ég að þetta sé, sko, það að koma í ljós, sem kannski allir átt að vita, að skuldir okkar í erlendu gjaldeyri alveg gríðarlegar. Til dæmis orkufyrirtækin, Orkuveita Reykjavíkur og Landsvirkjun, nánast allar þeirra skuldir í erlendu gjaldeyri. Og svo erum við náttúrulega með sjávarútveginn og svo framvegis. Þannig að sko þetta litla hagkerfi okkar, ríkissjóður og útlögningurinn, hann stendur ekki undir þessum skuldum, erlendu skuldum. Já. Og mér finnst eins og stjórnvöld sé á svolítið að nálgast þetta frá öfugum enda. Það er farið út í heim og reyna að semja við kröfuhafa okkar þessum erlendu skuldum. Ég held að það er fyrst að fara vera hérna heima og reikna út hvað getum við borgað mikið af erlendu skuldum, hvað þolir þetta kerfi okkar mikið og fara svo í viðræður. Þú meinar að við getum ekki borgað þetta? Við getum, við erum að tala ríkissjóður með 400 milljarða í tekjur og útflutningstekjurnar eru svipaðar. Og þetta mjög einfalt dæmi, hvað þolir þessu velta miklu? Útgjöld ríkisins eru 600 milljarðar þannig að hvar á að skera niður? Við erum hérna með fjárlagahalla upp á líklega 200 milljarða, Steingrímur segir 170, en engin veit nákvæmlega hvað þessi tali er. Og við þurfum að fá að vita hvernig við ætlum að brúa þetta, með lántöku, með skattahækkunum og niðurgreiðslu. Og ég held að flokkarnir verða að fara að koma með tillögur, mjög mótaðar tillögur, svo kjósendur geti tekið afstöðu til þeirra. Ég veit að þú hefur áhyggjur af skattahækkunum. Ég hef áhyggjur af skattahækkunum einum og sér og það eina sem hefur komið út þetta spil Vinstri grænna, það eru helst þeir sem eru aðeins byrjar að koma fram með einhverja tölur og ég held nú kannski að þessi útspil með 2% eignarskatt hafi nú svona stuðað marga henni í þjóðfélaginu. Ég kalla það nú eignar upptökuskatt, því að það er ekkert land með 2% eignarskatt. Ég veit ekki hvað sú tala kemur. Norðmenn eru eina landi í kringum okkur sem er eignarskatt og hann er 0,7%. Frakkar eru með eignarskatt og hann byrjar í 0,55% á eignum yfir 120 milljónum og hann fer upp í 1,8% á eignir yfir 2,5 milljarða. Já. Það er nú svolítið annað. Í Noregi er þetta 8 milljónir. Svo ef við að fara tilbaka og setja 0,7% eignarskatt eða 2% eignarskatt á eignir yfir 8 milljónir, það er bara aðför á öldruðum. Það er bara aðför á eldri borgurum sem er í skuldlausum eignum, hafa lagt til og ætla að njóta elliáranna. Það er þegar búið að taka þeim ellilífeyri með því að taka fjármagnstekjur af ellilífeyri. Það er þegar búið að loka 40 plássum eða á að loka 40 plássum á landakoti. Það er ekki alltaf hægt að fara bara til eldri borgara og láta þá borga. Nei. En telur þú að leiðir eins og skuldaneðurfelling séu færar? Ég hef nú lítið skrifað það. Ég svona var að hugsa með eina hugmynd og það var að við í staðan fyrir í viðbót við þessa rannsóknarnefnd að við lítum talt kannski hvað Suður-Afríka gerði í apartheid, það var kannski ekki alveg að sama, við vorum ekki með þessi mannréttindabrot þar, en þeir sett á fót svona sannleiks- og sáttanemnd. Og ég held að við þurfum einhvers konar nefnd sem heyrir undir Alþingi og ekki ráðherra, sem getur svona yfirlitsnefnd sem getur tekið á þessum málum, þessum erfiðu málum heimilana og atvinnulífsins.
og því í dag virðist voða lítið gerast. Já. Og einhvern veginn, menn virðast ekki geta komið sér saman nokkuð hlut og menn virðast vera, stjórnmálamennir náttúrulega bara ringlaðir og flokkarnir stefnulausir. Ég sagði það, þeir væru ringlaðir og stefnulitlir, sko. Já. Og þetta náttúrulega, það verður eitthvað að gerast, það verður eitthvað að höggva þennan hnút. En þú sér það ekki endilega að koma frá stjórnmálaflokkunum eins og núna, við erum að fara í þessar kosningar. Ég held nú að þessi kosningar sé nú svolítið tímaskekkja. Það virðist engin flokkur vera tilbúið með eitt eða neitt. Vinstrigrænir sögðu það nú að skattastefna þeirra hefði ekki unnist tími til að vinna hana. Og þetta örugglega sama hjá hinum flokkunum. En þetta náttúrulega ekki góð vinnubrögð. Það ekki að fara í kosningar ef þessar stefnur í ríkisfjármálum og efnahagsbandalaginu og öðru málu liggi ekki fyrir. Þá hefði verið betra að fara í þessar kosningar í haust. En þetta náttúrulega, við erum í þessari stöðu að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn stjórnar hérna af þessu leyti með gjaldeyrishöft og við erum ekki að fá neitt erlent fjármagn inn í landið eða neitt slíkt. Það kemur ekkert erlent fjármagn og þess vegna held ég þessi hin aðferð sem efnahagsbandalag og evran og það það sem erlendir fjármagnseigendur náttúrulega bíða eftir þeim gæðastimpli. Því leið og við gefum svona signalum að við ætlum að fara í viðræður, þá mun fara að opnast fyrir fjármagn, þá mun koma alveg ró á krónuna og þá mun svona erlendir aðilar fara að anda léttar. Og ég held og þess vegna þessi staða sem eru komin upp í að Vinstri græn og Sjálfstæðismenn segja við erum að láta þjóðina ráða aðild viðræður, þá á það að gerast núna. Þá þær kosningar að fara fram núna samhliða alþingiskosningum. Til hvers að bíða? Illur ekki frestur bestur hérna í þessu. Ég get ekki séð að það bæti hag heimilanna og fyrirtækjana að fara að bíða með þjóðaratkvæði efnahagsbandalags aðild í 1 eða 2 ár. Þú hefur verið ráðgjafi hjá McKinsey, því fræga fyrirtæki. Jú. En þú varst þar á undan Hannesi Smárasyni. Ég var undan Hannesi, já, og núverandi seðlabankastjóra. Og fleirum aðilum, arkitektum Enron hrunsins, þeir komu nú það vist líka. Þannig þetta fínn hópur. Þetta glæsilegur hópur. Gunnar Axel, verður velkomin í þáttinn. Þú skrifaðir grein daginn sem ég fannst mjög athyglisvert og þú varst að velta yfir þér svona sem við hvert peningarnir hefðu farið sem við söknum núna svo mikið. Og ég ætlaði svona að biðja að fara þetta aðeins yfir þetta með mér. Já, ég held að kannski taka punktinn af þeim að það, ef að stjórnvöld hafa verið ringluð yfir ástandinu og ekki vitað í hvort fótinn átt að stíga, þá getið ímyndað ykkur hvernig almenningur lítur á þetta. Hinn almenni borgari, það algjör ringulreiði sem ríkir í hugum fólks gagnvart þessum málum. Og ein af þeim spurningum sem að erlendir blaðamenn hafa kannski helst verið að horfa á Íslandi hvaðan komu allir peningarnir. Og hafa þá gengið út frá þeirri forsendu að íslenskir fjárfestar og erlendir grundu hafi jafnvel fengið fjármagn frá Rússlandi og öðrum stöðum. En nú standa Íslendingar frammi fyrir spurningum hvert fóru allir peningarnir. Og þetta bara spurning sem ég oft fengið til mín á fundum og annars staðar sem ég hef verið að fjalla þessi mál. Og ég hef svona verið að reyna að skrifa hlutina þannig að almenningur skilji þá. Og þessi grein ein af þeim sem hefur það að markmiði. Og fólk spyr eðlilega hvert fóru allir peningarnir og kannski þá fylgir í framhaldinu þá hljóta hafa verið til peningar, þá hljótu við bara geta farið og sótt þá. Og stjórnvöld hafa kannski einhver leyti verið að ýta undir þessa hugsun með því að benda á að eftir vill sé mikið að fjármagni falið í skattaskjólum erlendis á bresku Jómfrúareyjunum og Tortúla. Og það sem ég er að segja er að ef að þar eru einhverjir peningar, þá er það aðeins lítið brot af þeim peningum sem að íslenska þjóðin hefur í rauninni tapað með óbeinni þáttöku í hlutabréfaviðskiptum á erlendri grundu. Og það sem fólk þarf að hafa í huga í þessu er að ef við köllum þetta bara eigið fé Íslendinga sem hefur verið notað í gambli, í spilavítum erlendis, að þeir sem voru að nota það sem við getum kallað íslenska útrásarvíkinga, þeir þurftu í rauninni kannski ekki endilega að hafa eignarhaldi yfir þessum eignum, þeir þurftu fyrst og fremst að hafa stjórnulegt vald yfir þeim. Og ég tek svona nokkuð dæmi auðlindir sem að íslenski fjárfestar hafa sótt fjárhagslegan styrk sinn í, lífeyrissjóði sem dæmi, þar voru gerðar gagngert lagabreitingar til þess að veita í rauninni lífeyrissjóðunum heimild til þess að taka þátt í leiknum og íslenski fjárfestar notuðu sér það grimmt. Þeir notuðu það til að bakka upp fjárfestingar sínar erlendis. Þeir komu og sagðu, hér ætlum við að kaupa nýja verslanakeðju og við erum með góða fjárfesta á bakvið okkur íslenska lífeyrissjóði
stabíla fjárfesta sterkust í heimi. Við erum með íslensk tryggingafélög, bótasjóði tryggingafélagana. Við erum með íslensk rekstrarfyrirtæki sem var umbreytt yfir í fjárfestingafyrirtæki. Við erum með sparisjóði, banka og við erum með veiðiheimildir að veiði. Og veiðiheimildir að veiði líka. Já, hún farið við þetta aðeins liðið við lið. Já, sko, ef við tökum bara lífeyrissjóða, fórum kannski aðeins í þá og þar gekk allt vel til að byrja með og hérna bókhaldssjóðana sýndi náttúrulega góðan árangur, en það var hlutabréfar bara endalausur upplöð. En í dag kannski myndin svolítið önnur og tapið jafnvel enn meira heldur en hækkanirnar sem komið áður. Og þetta eitthvað sem íslenskur almenningur þarf að borga. Sparisjóðirnir, þar voru líka að gera lagabreytingar. Þessi voru einnig gerðandi því yfirskinni að tryggja yfirtöku varnir sparisjóðana, en gerðu hins vegar þveröfugt. Og nýlegt dæmi, náttúrulega Spron ágætis dæmi hvað raunverulega gerðist. Þar var einnig bara gömlum, venjulegum sparisjóðum breytt í áhættusækin fjárfestingarsjóð, sem að studdi fyrst og fremst við fjárfestingar eins fyrirtæki sem heitir Exista. Og fall Exista þýddi náttúrulega bara fall Spron. Þetta var náttúrulega orðið bara nánast eins og sama fyrirtæki. Já, maður vissi svo mikið hvar Spron byrjaði og Exista endaði. Já, með sínum tengslum inn í Kaupþing, en þetta var orðið einhvers konar blokk. Bótasjóði tryggingafélagin annað fyrirbæri sem hafa svo oft komið upp í umræðuna og hafi rauninni gengið kaupum og sölu á milli manna, sjálfur sjóðirnir. Það er að segja eignarétt eða yfirráða rétturinn yfir sjóðunum. Það er þess sem ásælast tryggingafélög. Tryggingafélög alveg feitustu bitar sem hægt er að hugsa sér. Það er fullt af peningum sem tryggingafélögin eru skyldu til að setja til hliðar vegna tjóna sem hafa orðið en ekki að fullu greitt. Og við veitum það að tjón geta tekið jafnvel áratugi að greiða það fullu, að gera það upp. Þessir peningar til ennþá? Búið að eyða? Já, stórum hluta held ég að þeir peningar séu farnir líka í þessu hlutabréfa báli á erlendum mörkuðum. Þá tryggingafélögin að fara næst? Já, ég skal ekki segja. Það þarf náttúrulega að gera upp þessa sjóði. Já. En við vitum náttúrulega alveg hvernig stríð þá hefur verið. Það hefur verið út af þessu vegna. Þeir hafa mjög verðmætir í höndunum og fjárfestum sem hafa þurft að styðja við fjárfestingar sínar. Og svo náttúrulega veiðiheimildirnar. Þær eru bara lagðar í pant. Það er ekkert flóknara heldur en það. Menn bara settu bara veiði næstu áratuga í pant í hlutabréfaviðskiptum. Og það sem svo náttúrulega fyrirtækin sjálf, það var bara ryksuð upp eigið fyrir íslenska fyrirtækja sem standa í rauninni mjög illa flest öll í dag og er rauninni mjög illa undir það búin að taka á sig áföll af því tagi sem að Í öllum þessum yfirtökum þá var ryksuð að burt eigið fyrir og ekkert skilið eftir nema bara skuldir upp í jáfur. Ágætt dæmi fyrirtæki eru flugleiðir. Það eru fyrirtæki sem hafa búið að reka í áratugi og þar hefði mönnum lærst á langri tíð á þeim markaði sem að sveiflast mjög mikið. Þar þyrftu menn að hafa bara töluvert digra sjóði á lausafé til að standast svona venjuleg áföll. Því fyrirtæki var rauninni bara umbreytt í stórt fjárfestingafyrirtæki sem síðar fékk nafnið FL Group og við vitum hvernig flugleiðir standa í dag. Í rauninni blasir ekkert þar við að mínum mati nema bara ríkisaðstoð. Við tökum sama kerfi og hér var áður. Og þetta held ég það sem við þurfum bara að horfast í augu við að eignirnar sem heilbrigða íslenska samfélag hafði safnað upp hér á árum og áratugum og jafnvel árhundruðum í sumum tilfellum eins og í tilfelli sparisjóðanna. Þær eru farnar, þær koma ekkert aftur, menn sækja þær ekkert svo auðveldlega. Það bara alveg til eigna tilfærsla og þær eignir sem að í rauninni voru kannski settar að veði, þær hafa bara færst á hendur annarra aðila sem í flestum tilfellum eru erlendir lánardrottnar. Eignirnar bara ryksuð öðru. Já, það má segja það. Hefur þetta ekki bara allt farið í spilavíti? Það var nú einn prófessor í Bretland sem útskýrði þetta á mjög einfaldan hátt og sagði að bankar væri ekkert nema greiðslumiðlun og svo væri inngangurinn í spilavíti. Það er við hliðina, þetta væri bara spilavíti og greiðslumiðlun. Þetta væri rauninni banki. Og það við höfum bara alveg mist tökin á þessu spilavíti, held ég. Það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir er að fjármagni sem kom frá Íslandi og sumir hafa kannski talið að hafa komið einhvers staðar annar staðar frá, við áttum bara töluvert á Íslandi. Íslendingar áttu töluvert af peningum og eignum. Þær eignir voru rauninni settar inn sem í flestum tilfellum sem hlutafé í þessum fjárfestingum og er rauninni það fyrsta sem hverfur og leið og hlutabréfa verða lækkar. Og það er náttúrulega hríðfallið allan heim og menn kannski átta sig á því að Íslendingar voru engi snillingar í að reka leikvangaverslanir við Oxford Street. Þeir voru bara með svo mikið peningum í vösunum frá íslenskum almenningi sem veitti þeim í rauninni lán á erlendur grundu. Íslenski bankar voru alveg tilbúin að lána þeim. Þetta voru allt við, lífeyrissjóðirnir, fiskurinn í sjónum, bótasjóðir, tryggingafélagana og svo framvegis. Þetta er ekki mjög jákvætt, en þetta er bara eitthvað sem við verðum að horfast í augu við. Íslensk stjórnvöld verður að viðurkenna. En segðu mér eitt bara að lokum,
Nú hefur, sko, þú hefur náttúrulega fókusera mikið á þessa sparisjóði, aðalega stóð sparisjóð Hafnarfjarðar og Byr og svona. Nú voru þeir teknir yfir þarna tveir, sparisjóðabankinn og Spron, en Byr siglir áfram sin sjó og svo gerðist það að tveir svona smá bankar fengu aðstoð og það virðist stefni í það að þessir bankar sem eftir eru, þessir sparisjóðir sem eftir eru, fái aðstoð, sem eru þó kannski ekki endilega sparisjóðir lengur, því þeir eru bara einkafyrirtæki. Já, sko ef við tökum Byr sem dæmi, ég svo fjalla mikið um það er staðan mjög óskýr og stendur rauninni bara upp á fjármálaráðið að taka afstöðu til þess hvort að hann ætlar að fara þar inn og bjarga í rauninni sko stofnfjáreigendunum, þessum stóru stofnfjáreigendum sem hafa verið að braska með þær fjármuni eða hvort að hann ætlar bara að nýta þá heimild sem hann hefur til þess að taka sparisjóðinn og bjarga þá þeim almannaeignum sem hugsanlega eru þar inni. Og þar þurfum við líka að gera okkur grein fyrir að þar þurfum við að gera greinarmun á hinum litla stofnfjáreiganda sem hefur verið þar í góðri trú og sett þar inn fjármagn og hinum sem hafa jafnvel ekki sett þar inn neitt heldur bara tekið út. Og í fréttum vikunni var að tala um að þessi lán sem voru veitt í stofnfjáraukninguna í Byr að þau var á gjalddaga núna í júní og það var nú kannski hæg heimatökin fyrir fjármálaráðherra gegnum Glitni að taka þetta bara yfir og sópa þessu lið út. Þú meina stóru hagkvæmdarnir fengu lán í Glitni til þess að kaupa stofnfé í Byr? Já, það liggur alveg fyrir þessi 26 milljarðar sem komu allir, þeir komu bara beint út úr Glitni. Okay. Og það var merkilegt að hlusta á sparisjóðsstjóra Byr hérna í viðtali í Kastljósi í síðustu viku þar sem hann reyndi að réttlæta þetta með því að stofnfjáreigendurnir hefðu jú sett þarna inn töluvert mikla fjármuni og hefðu þar af leiðandi mátt taka út úr þeim aftur en þeir settu inn í sín einkasjóð og tóku út úr almannasjóði. Ég skil. Já. Og hann glemdi alveg að segja okkur það, þessi ágætti maður sem starfar í Byr. Ég þakka ykkur fyrir komuna, Gunnar Axel, Andri og Haraldur. Við ætlum að fá hér Jónas Kristjánsson ritstjóra og svo merkilegan bandarískan lögfræðing.